Þórhildur Þorleifsdóttir Gjósaver. Já, ágætu lánsfélagar. Það nú bæði ljúft og skylt að, já, ég upptekinn að þakka fyrir velunustörf nefndar því að þetta verður æ betra og þau nota tíman vel í fínbrótiríið. Ég segi nú eins og Pétur þarna með réttin til því það ýmislegt fari núna sem að maður ekki fann að sjá annars staðar. Maður væntir þess að þetta komi þá inn í þennan gildiskaflan sem mun verða fyrsta grein og því best að hafa það sem fæst orð þá að maður hefur séð hann. Ég svona það eiginlega í stríðinni ætla aftur að minna hérna orðalagið mannleg reisn og lýsi eftir annarri reisn hver hún er. Mér finnst sjálfur bara reisn nægja og þarna en þetta nú svona ekki, já, dálítið gamlega sagt, ég veit að þetta er svona tekið til orða, en leið og maður lýsir því yfir náttúrulega að þetta plagg að verða og þeirra innlegg að verða mjög fínt, þá upphefur maður síðan einhver orðu það sem að þarna manni finnst aðeins standa út af og það bara smávægilegt. Mér langar til þess að taka hérna aðeins í sko, bara þetta sem að sagt að sé gert vegna orðalagsbreytinga, njóta mannréttinda án mismununar. Ég verð nú að segja að mér finnst þetta ólíkt ljótara heldur en mannréttinda án nokkurs manngreinar sem mætti náttúrulega orða sko kannski fínt öðruvísið en að nota orðið manngreinar álit frekar heldur en án mismununar. Það getur vel verið að þetta einhvern veginn fræðilega sé standist betur sem einhver þýðing eitthvað sem, en mér finnst þetta orð ljótt og manngreinar álit finnst mér mjög fallegt og íslenskt orð sem við eigum ekki að stöðla því að útrýma. Í kaflanum með mannhelgi, grein 4 núna, þá stendur hún að öllu skal tryggð mannhelgi og vernd. Ég spyr aðeins framkvæmd á þessu. Áður stóð, við skulum öll njóta mannhelgi og verndar. Það tryggir sko að það skuli að ég heiðri haft, en hvernig þetta að tryggja vernd gegn hvers kyns ofbeldi? Hvernig fer sú trygging fram? Hvernig þessi framkvæmd? Þannig að mér finnst þetta að vera orðalag sem þarf aðeins að athuga betur. En sem ég hrædd að ekkert ríki geti staðið við það að tryggja öllum þegnum sínu vernd. En það getur verið, ég held að þurfa að orða þetta aðeins svona varlegar. Þarna kemur aftur í 13. grein, þetta til þess að aftur bara orðalagsbreytingu, ég ger ekki athugasemd við það. Ég ætla aðeins að koma hérna að sko fundafrelsi. Þar finnst mér þetta, sko fyrst alveg öllum skal tryggður réttur til að safnast saman. Mér finnst þetta á hljóma dálítið svolítið sem mér sé bara veittur sá réttur og ég geti safnast saman. Mér finnst þetta aldrei sérkennilegt. Og ég held að þarna bara verði að standa þegnar eða fólk eða eitthvað slíkt. Mér finnst bara ekki hægt að orða þetta svona öllu skal tryggður réttur til að safnast saman. Það inniber einstaklingsrétt. Svo finnst mér orðalagi með lögum á þó takmarka þannig rétt enda teljist takmarkanirnar nauðsynlegar. Sko ég held að þetta píldi neikvætt orðalag. Það eins og áherslan sé á að sko takmarkanirnar séu það mikilvægasta. Það mikilvægasta náttúrulega það að það samræmist bæði skoðanafrelsi, málfrelsi, öllu þessum grunnréttindum sem við höfum verið að tala og lýðræðislegu samfélagi. Þannig að ég held að þetta væri nú bara spurningum aðeins að endurraða setningunni þannig að vægi væri á að reglur með lögum sem samræmist aðalreglum lýðræðislegs samfélags en ekki með takmörkunna sem svona sterkt í byrjun setningarinnar. Ég ætla ekki að gera athugasemd fyrir en aftur við 28. grein, það að segja náttúra Íslands og umhverfi sem það verða alveg frábær grein.
En það eitt sem ég sakna ennþá sem ég hef talað áður, sko í því félst að fjölbreytni lífs og lands sé viðhaldið og að náttúru mínar óslottin víðerni gróður og jarðvegur njóti verndar. Ég sko svona vek enn einu svona athygli á því að vatnasvæði eru mjög mikilvæg og þau ættu kannski að njóta stjórnarskrárréttinda. Ég vil benda á að við erum aðilar að alþjóðlegum samningi sem minnir að heiti RITO, ég þori ekki alveg að fara með það, en við erum allavega aðalar sem endurheimt til dæmis mýrlendis og votlendis. En þar eru ein bestu skilyrði fyrir margbreytileika bæði í gróðri og ekki síst fuglalífi. Og við vitum líka að það mikil óáran sem stafar víða í heiminum beinlínis af því að búið að breyta eðlilegu hringstreymi vatns og af því stafa bæði þurrkar og flóð og rof og svo framvegis og náttúru eyðing. Þannig að ég held að sé alveg ástæða til að huga aðeins að þessu að vatnið ekki bara það skuli vera hreint og við skulum hafa aðgang að því heldur að þetta náttúrulega streymi vatns sé ekki hindrað og við reynum að endurheimta svona vatnssvæði og vernda þau. Pínlítið kaltæðið sko öllu skal tryggður réttur á ómenguðu andrúmslofti þá færi okkar að tryggja það í stjórnarskrá. Við ráðum nú ekkert við hérna svona strauma og vinda og að ég bara svona spyr hvort að þetta sé framkvæmanlegt. Tekundur orð Ara með sjálfbærni, þetta hafa bæði ykkur sem á okkur borist ábendingur að þetta orðið svo það stendur þarna nægi ekki og sjálfbær þróun, sko ég veit ekki alveg hvort að hún sko hvort hún heldur betur en ykkur nú samt færir að skilgreina það en það alveg ljóst held ég miðað við ábendingar að sjálfbærni ein stendur ekki. Auðvitað snýst þetta fyrst og fremst það að það sé ekki tekið af höfuðstóli heldur að vextirnir séu notaðir og hvernig það verður best orðað þarf aðeins að aðgæta en það þarf að fylgja held ég þessum tilmælum sem við höfum fengið það eða ábendingum það að þetta orð haldi ekki. Örlítið bara þakka ég fyrir alveg frábæra vinnu og frjóa í aðnefndinni. Takk.